Þetta Einar Áskell. Hann í fílu. Hann hefur engan til að leika sér við því að Viktor vinur hans veikur. Pappans líka í fílu. Þeim finnst ekkert gaman lengur því að nú jólin liðin. Á morgun fer Einar Áskell aftur á dagheimilið og pappans í vinnuna. Af hverju getur ekki alltaf verið gaman? Kveinar Einar Áskell. Já, ég segi það með þér, tautar pappi og andvarpar. Æjá. En amma í ágætu skapi. Hún rauðar lagstúf og hamast við að taka til eftir jólahaldið. Hvað að sjá ykkur? Það lekur af ykkur ólundin. Okkur leiðist bara, segja feðgarnir. Já, okkur leiðist bara. Leiðist ykkur? Skárra það upp á tækið. Eins og við áttum gott jólin og fengum þessi kynstur af jólagjöfum, segir amma. Já, núna jólin búin. Núna allt svo leiðinlegt. Amma tínir saman jólastjörnur og englamyndir. Hún brosir í bygginn. Þið hafið gott af því. Þið hafið bara gott af að láta ykkur leiðast. Svo leggur hún litla Jesúbarnið varlega ofan í skókassa. Einar Áskell hvíslar að pappa. Pappi. Hún veit víst ekki hvernig það Nei, við hlustum ekki á hana. Þetta sífellda glaðlyndi fyrir taugarnar á mér. Og feðgarnir halda áfram að láta sér leiðast og rifja upp fyrir sér hvað allt öfugsnúið. Viktor, besti vinur Einars Áskells, veikur. Barrið næstum allt hrunið af jólatrénu, jólakertin útbrunnin og jólasalgetið allt upp í etið. Einar Áskell að hugsa aðfangadagskvöldið. Þá var nú aldeilis gaman. Hann fékk svo margt í jólagjöf. Teikniblokk, liti, kubba og bók og reyndar sokka líka. Mikið var gaman að taka upp alla þessa fallegu böggla. En núna þetta bara orðið eins og hvert annað dót. Amma brosir í kampinn. Það ljómandi gott að ykkur leiðist dálítið. Og hún bara að stríða okkur. Við tökum ekki mark á henni. Af hverju getur ekki alltaf verið gaman? Ég vildi að það væri hægt að hlaupa yfir alla leiðilegu dagana og eiga bara þá skemmtilegu eftir. Sammála. Sammála, segir pabbi. Það ætti að vera hátíð á hverjum degi. Já, nema kannski einn rúmhelgur dagur einstöku sinn. Nei, þá ætti að vera afmælisdagur, segir Einar Áskell. Hárrétt. Með því móti væri engin leiðindadagur allan ársins hring. Aftur heyraði glaðlega rödd ömmu. Já, þið hafi bara gott af því. En nú pappa og Einar Áskeli nóg boðið. Vertu ekki alltaf að stríða okkur? Já, hlustaðu heldur á það sem við erum að tala um. Og svo segja þeir henni frá ráðabruggi sínu,
Að hlaupa yfir allt sem leiðinlegt og þá léki lífið við mann á hverjum einasta degi. En amma rekur bara upp skellihlátur. Þvílík eldemis vitleysa. Og hún ætlar aldrei að geta hætt að hlæja. Þetta nú það heimskulegasta sem ég á ævinni heyrt. Þá yrði nefnilega aldrei neitt gaman. Hvernig gæti manni þótt nokkuð skemmtilegt ef maður hefði aldrei upplifað neitt leiðinlegt? Það hljótið þið að skilja. Nei, verði fegnir að ykkur leiðist svolítið stundum. Til þess einmitt andstreymið að við finnum muninn þegar eitthvað gleðilegt gerist. Aldrei höfðu Einar Áskell og pabbi hugleitt þetta. Allt í einu hendist Einar Áskell upp úr stólnum eins og byssubrendur. Þetta frábært. Úr því að allt svona ömurlega leiðinlegt núna, hlýtur bráðum að gerast eitthvað ofboðslega skemmtilegt. Það sko spennandi að vita hvað það verður. Nú hafa þeir feðgarnir ekki lengur neitt á móti því að láta sér leiðast. Og innan skams eru allir önnum kafnir. Einar Áskell og pabbi og amma spjalla saman og reyna að giska á hvaða gaman þau nú í vændum. Grímuball, heldur amma. Ferð í sirkus með pappa, vonar Einar Áskell. Matarboð, giskar pabbi á og fær vatn í munnin. En ekkert að geta rétt, því að gamanið á næstu grösum og það Einar Áskell sem uppgötvar það. Nú hringir dyrabjallan. Og inn gengur Viktor, hraustur og hress með fullan poka af leikföngum undir hendinni. Já, það orðnað 6 vikur í dag, svo kíhóstin ekki lengur smitandi. Og með komu Viktors voru leiðindin á bak og burt. Nú verður aldeilis líf í tuskunum. Loksins gátu þeir aftur leikið sér saman. Það svo leiðinlegt að vera veikur, Einar. En Einar Áskell svarar hughrestandi: vertu bara fegin að þið leiddist, því að þá finnst þér ennþá meira gaman á eftir.